Það eru margir sem ætla að skella sér í góða hreyfingu í dag og hjólreiðar eitt af því sem hefur notið mikilla vinsælda hér á landið undanfarin ár og ein af stærri hjólreiðakeppnum ársins Kia Gullhringurinn og bara fáum árum hefur orðið einn svona vinsælasta hjólreiðakeppni landsins og haldin á Laugavatni og hjólaðum margar þekktustu náttúruperlar Íslands leið og hjólaðir þekktustu söguslóðir þjóðarinnar líka og hann á línni hjá mér, Einar Bárðarson, hann kemur að þessu öllu saman, sæll og blessaður. Hæ. Vantarlega nóg að gera á kallinum í dag? Já. Það er svona reytingur. Já. En maður svo heppinn að það er mikið af fólki hérna sem leggur okkur liðið í þessu. Já, er það ekki? Þetta er alltaf að verða svo umfangsmikið að maður leysir þetta nú ekki mannaði hendinu lengur. Nei, segðu. En þú sjálfur, ert nú einn af þeim sem hefur tekið til og nú var að hjóla síðust ár. Já. Hvað kom til að þú tókst svona ástfóstri við hjólreiðar? Já, þetta er svo skrítið með okkur Íslendinga, allavega mína kynslóð, maður hjólaði allt, nánast bara hjólaði í skólan og hjólaði maður að bera út og hjólaði eitthvað að hitta inn á kvöldin og svo leiði maður á bílbúrnum, það bara steina því maður að hjóla. Nú, já. Þetta er einhvern veginn, en svo eiginlega einhvern veginn, var ég nú bara að leita mér að einhverju að gera og svona, halda manni reyfingu. Þá var ég spáði að fara út að hlaupa, þá þess að ég get ekki gert jarðfræðingunum það, það er alltaf að ég verið að gjósa einhvers staðar eða horfa á jarðskjálftamælana, Þannig að ég sem verið það best í hjóli bara. Já, og þú ert ekki að taka neina stuttar vegalendir oft þú ert að hjóla? Nei, maður er komin á staðan á borð, það var alltaf að hjóla smá spotta, Já. Það fer nú eða ekki út fyrir minna kannski á 20 kilometra, en það 20-30 kilometrar er bara flott, en maður svo lengsta sem ég kannski hjóla svona til dagarasýtingar er eitthvað 60 kilometra. Já. En ég hef fullt af vinni sem fara út, og maður bliknaði liðna, þeir hjóla bara 100 kilometra fyrir að drekka vatn, Já, það er eitthvað, komið svona ástfóstur við hjólreiðar hér á landi sem er bara frábært. Já, nákvæmlega. En hvað getur þú sagt okkur Kia Gullhringinn? Hvar er hjólað? Já, við svona basekampið, eða svona uppáendir á Laugavatni, þess að við hjólum í hring og þetta eru 3 mismunandi vegalengdir, maður hjólar þess að þessi hjóla lengst, hjóla 106 km upp að Geysi, beygja þar niður Biskupstungnabrautina, niður hana í gegnum yfir Brúará inn í Grímsnes, niður á Þingvallaráðlíkja og þar upp að Þingvallum og inn á Lyngdalsheiði og þar inn á Laugavatn. Það er langstærsti hringurinn og það eru 100 manns af 800 sem að fara hana. Já, það eru 800 búin að skrá sér til leiks? 838. Já, sæll. Og en svo er nú bróðurparturinn hjólar svokallaðan B-flokk sem það er þá hjóla sama leið en byggt upp hjá Svínavatni fyrir það sem þekkja staðhætti hérna. Það er svona aðeins rúmlega helmingurinn af þessari leið og þeir sem hjóla hana, þeir hjóla 65 km. Og síðan þess að styrsta útgáfan þá er ekki alveg farið upp að Geysisálfgerða, heldur farið yfir Reykjaheiði. Það er enda malaspotti, þannig að það er ekki hægt að hjóla á svona fínustu kapasistekkjunum en sá spotti er 48 km og það geta allir hjóla þá vegalengd sem að bara fara upp á hjól og hjóla. Það eiga allir að geta hjóla hana á svona 3 klukkutímum með auðveldlega. Sér til skemmtunar og ánægja. En við tölum þetta þess að tölum við mót, hjólreiða mót frekar en keppni. Já, við lítum á þetta bara svona sem þetta er bara svona fjölskylduhátíð hjólreiðamannanna. Já. Og fólk er hér við kallum motto okkar, allir hjóla, allir vinna, allir velkomnir. Því að það er ekki allir að vinna keppnina en menn er að setja sér takmark að hjóla ykkur á vegalengdir. Það er bara ákveðin sigur að gera það, þannig að það eru allir að vinna svona litla sigra í þessu. Þannig að það er svona motto hjá okkur, það fá sem flesta bara á hreyfingu. Já, nákvæmlega. Er eitthvað breytingar á ræsingu með undanfarin ára? Já, við færðum ræsinguna í fyrra í samráði við vegagerðina, þá bara skoðum við aksturs greindum við svæðið með vegagerðinni og færðum keppnina inn í kvöldið og það er startað kl. 6 á Laugavatni sem gerir það verkum að það tryggir öryggi allra á vegunum, bæði hjólreiðamannanna og þá
þeirra sem að keyra líka bíla á sömu slóðum á sama tíma. Já, það sniðugt. Laugardagskvöld, það er minnsta umferðin alla vikuna á laugardagskvöldi hérna í uppsveitunum. Þannig að fólk það búið að koma sér í bústaðina og búið að koma sér fyrir og svo náttúrulega ólíkt sunnudagskvöld og föstudagskvöldi þegar allir á ferðinni. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er gert til að tryggja öryggi. Við leggjum mikið upp úr öryggi keppenda. Við erum með lækni hérna á vakt á staðnum. Við erum með sjúkrabíl, við erum með einhverja 12-14 björgunarsveitamenn, auk 20 sjálfboðaliða sem eru hérna aðstoða okkur svona við að láta þetta ganga allt saman. Þetta er svona einn stór fjölskylda hérna. Já, það er gott. Er eitthvað sem býður, hvað býður keppenda þegar þeir koma í mark? Já, svo af því þetta var gaman. Þegar þú ert búin að hjóla þá ferði í fontanalaugarnar. Svo þegar þú ert búin í því þá hérna bjóðum við öllum í grill og léttan drykk hérna og það er DJ Marger hérna svona að halda upp í smá djúti svona það sín í nóttina. Já. Þannig að það er allir velkomnir að koma náttúrulega og gleðast og hafa gaman með okkur þó sett ekki hjóla og bara kynna þessu sporti. Og það er mjög gaman fyrir fólk. Ég veit að fólk er núna hérna í sumarbústaðnum sínum að hlusta á okkur og niður á Selfossi og fleiri stöðum á Suðurlandi. Það er gaman að koma hingað upp á Laugarvatn svona upp úr 5 og fylgjast með startinu sem fer af stað klukkan 6. Því að það er gríðarlega tilkomið mikið að sjá allt þetta magna hjólurum leggja stað. Það er mjög gaman að koma og taka það þátt og fylgjast með. Já, ég trúi þetta, en er þetta engin smá fjöldi? Nei, þetta er slatti. Er þetta með þáttaka í ár? Já, algjör með þáttaka. Og þess vegna völdum við nú þennan stað af öllum á hringnum. Hér er svo mikið úrval bæði af gistimöguleikum. Hér er allt frá því að vera tjaldstaði upp í 3-4 stjörnu hótel. Hér er fullt af veitingastöðum frá þetta sem lítill bær og líka 2 sundlaugar. Við erum með það þannig að það kemst ekki inn í Fontana því að alltaf hefur ákveðin svona takmörkum háði. Það getur ekki tekið endalaust við. Þá fer bara yfir í sundlaugina hérna. Við erum með hann að opna líka fyrir keppendur. Já. Og þá áttu bara gjafabrífið í Fontana inni einhvern tímann út að ferðalagi hérna næst. Já, það er nú ekki leiðilegt. Það er mjög gott að vinna þetta með Laugarvatningunum og þeir hafa allir, við byrjum nú hérna bara með keppni sem voru 80 manns í hérna 2012 og hérna fólk svona heldur að vera með eitthvað aðeins skrítið og hérna, en þeir hafa tekið okkur á opnum ormum hérna og hérna alls konar rekstraraðilar og fleiri sem að taka undir með okkur og hjálpa okkur í þessu og það er nú mjög gott að finna það. Já, og þið nafnarnir, þú og Einar Björnsson, þið hafa nú ekki verið þekkti fyrir að vera eitthvað hvað mér svolítið hvernig var þetta? Þið eru svolítið stórtækir. Já, það verður eitthvað verið því. Já, nákvæmlega. Það er gaman fyrir okkur hinn. En hérna, maður verður alltaf að spyrja, er eitthvað í velun? Já. Fyrstu velun eru, aðalvelunin eru, þegar þú vinnur stóru keppnina, lengstu vegalengdina, þá er glæsilegur bikar. Það er sérstök treyja í velun fyrir allar kalla á kvennaflokkin í öllum stærstu vegalengdunum. En þeir sem að vinna aðalkeppnina, þeir fá hérna ferð til Spánar, sérstaklega hjólaferð með úrval útsýn vikuferð til Mallorca í haust. Ekki leiðilegt. Þannig að það er svona ýmislegt og svo reyndar fá allir mjög glæsilega svona gjafapoka frá okkur sem skrá sig í keppnina með Snickers og Powerade og alls konar dúlur í ávísanir og hitt og þetta og ból mertan keppninni og mjög fallegan svona póka sem er mertur keppninni hvert ár fyrir sig. Þannig að sem taka þátt og safna hérna orðið hérna bókunum og bólunum eiga hvert ár fyrir sig. Já, en það er gaman að sjá svona skemmtilega keppni stækka ár frá ári. Já. Og ég veit að það eru margir, fyrir utan alltaf þá sem er að fara að hjóla, eru margir sem að fylgja með og fullt af fólki hérna í uppsveitunum. Þannig að ég hvet bara allan til að kíkja á Laugarvatn á eftir, það er ekki langt að fara. Endilega, svo er BMX Bros hérna klukkan 3 og 4 með smá sjó fyrir krakkana, þannig þetta verður bara gaman sko. Þetta eru skemmtilegi drengir. Já. Mjög svo. En Einar, gaman að heyra í þér, ert þú að fara að hjóla eitthvað sjálfur eða? Nei, þegar maður ber ábyrgð á 840 manns út á þjóðvegum landsins, þá er maður ekkert að dóla sér á hjóli. Það er bara ekki boði. Nákvæmlega. Ég sé hérna að naga neglunar við liðin á lækninum og vonast þess að ringi enginn í hann. Já, það er óskandi. En góða skemmtun til ykkar í dag og við fáum að fylgjast aðeins með okkur áfram. Takk hérlega. Kannski að benda líka fólki á að það sé hægt að kíkja inn á Facebook síðan hjá okkur. Já. Kia Gullhringurinn.
Hlökkum til að sjá myndir og annað þarna en að þessari síðu. Takk. Takk henni. Já, bye.